Dershowitz, einhver frægasti lögfræðingur í heimi. Hingað er kominn Ragnar Önundarson, viðskiptafræðingur, bankamaður, maður með mikla reynslu af fjármálaheiminum. Ragnar, þú byrjaðir að skrifa greinar í Moggann 2005, skrifaði greinaflokk í Moggann þar sem þú varst að vara við ýmsum váboðum í efnahagsmálum. Þú ert að skrifa annan greinaflokk núna og það má eiginlega segja allt sem þú varst að segja hérna hafi ræst. Hvað hefur verið að fara í þessum greinum? Já, það var þannig að lánaþenslan hófst haustið 2004. Þá var kapphlaup á bönkum íbúðalán og þeir vildu svona láta hendur skipta máli í viðureigninni við íbúðalánasjóð og í þessu fólst mikið óhapp. Ég var þá að stjórna Kreditkorti HF og hafði 40.000 viðskiptavini. Ég tók eftir því að fljótlega þarna haustið að viðskiptavinir voru farnir að hringja inn og biðja hækkandi heimild, ekki síst til þess að kaupa bíl í Ameríku, pick-up. Og þetta voru 3 til 4 á dag. Já, og þú skrifaði þessar greinar þarna í... Já, þá áttaði ég mig á því. Það var farið í gang eitthvað sem einhver þensla og einhvert gullæði að hefjast. Og þá skrifaði ég þessar greinar og það komu þarna 4 daga í röð í janúar 2005. Já, en má segja að þessi varnaðarorð þín hafi ræst? Eitthvað af því komið fram og eitthvað af því á eftir að koma fram. Þetta voru nú svona almenn varnaðarorð, það er ekki auðvelt að spá í smáatriðum þetta. En þetta eru svona gamalþekkt fyrirbrigði, lánaþensla og hagsveiflan, þetta endurtekur sig í sífellu og það má sjá þetta fyrir. Og það er dálítið mikilvægt að hafa raunverulega skjalfesta að vara við þessu, vegna þess að ef það er hægt að segja fyrir svona þróun, þá er þetta stjórninni. Já, en sko, það er eins og bankarnir hérna hafi einblínt of mikið á þensluna, á stærðina á vöxtin. Það nýst umfram vöxt og ég meina þú hefur nefnt dæmi það. Já, það er mikilvægt að rugla ekki saman aukningu sem er góð og aukningu sem er slæm. Aukning sem er góð, það má kalla hana vöxt og það eru viðskipti sem að uppfylla ávöxtunarkröfu markaðarins. Þetta eru fjármálafræði. Þau sem ekki gera það eru vond, þau á að kalla þenslu og þau veikja banka og fyrirtæki. Og staðan sem er komin upp núna sýnir að menn hafa ruglað þessu saman. Þenslu og vexti. En hafa þá bankarnir farið mjög óvarlega? Það er eins og þeir hafi lagt ofur áherslu á skyndigróða og í rauninni verið að stunda spákaupmennsku. Já, þeir hafa verið keyrðir áfram af sínum eigendum. Hluthafarnir, stjórnarmennirnir hafa lagt mikla áherslu á þessa hröðu aukningu og þeir hafa sett sterka hvata í gegnum kauprétti og bónusa til þess að þetta gerist. En sú stefna var ekki nógu vönduð og þessir kaupréttir og bónusar voru of auðteknir. Þeir voru ekki háðir markmiðum, til dæmis vöxt fremur en þenslu og svo framvegis. Og þeir keyrðu banka út á sporinu og það er ekki bara á Íslandi. Forstjóri breska fjármálaeftirlitsins fjallaði þetta í vetur og taldi þetta eina megin skýringuna á því að í óefni væri komið í fjármálum. En hvað gerist þá þegar bankar verða svona fókuseraðir á skyndigróða? Já, þá náttúrulega veikjast þeir og þetta er hluti af þessari ýktu hagsveiflu sem felur í sér verðbólur í hlutabréfum og fasteignum. Sem betur fer þá gerist það ekki í hverri hagsveiflu, það er sjaldgæfara. En það sem er sérstakt núna er að þessar verðbólur hafa verið allan heim, svo að segja, á sama tíma. Og það felur í sér alveg sérstaka áhættu. Og bankar þeir eiga að þekkja þetta og þeir eiga ekki að láta svona mistök henda sig og þessi lánaþensla sem var þarna 2004 og áfram alveg þangað til í fyrra hún er svona góðum bankamönnum ekki sæmandi. En það er annað að stjórnvöld eiga líka bara kennsla á þetta og það er nauðsynlegt þegar svona gerist að bregðast við og það þarf að draga samsvarandi fjárhæði tilbaka út úr kerfinu, til dæmis með útgáfu ríkisskuldabréfa eða einhverju slíku. Og það hefði slegið á þessa þenslu og það hefði hækkað raunvextina. Það hefði vafalaust ekki verið vinsælt.
en það hefði þurft að bregðast við þarna strax og þetta fé ennþá inn í kerfinu, það hefur ekki verið dregið út. Þú talar hérna glópagulls áhrif. Já. Hvað eru glópagulls áhrif? Já, það nú eiginlega mitt orð yfir það sem hagfræðingar kalla auðsáhrif, að segja ef að maður sér verðmiðan á íbúðinni sinni hækka, þá finnst manni allt í einu maður sé orðinn ríkari. Þó að í reynd sé það kannski krónan sem hefur minnkað og verðið hækkað af þeirri ástæðu. Og það sem fólk gerir í svona aðstöðu, það getur ekki selt íbúðina því einhvers staðar þarf það nú að búa. Það tekur lán út á hækkunina og tekur lán kannski til 40 ára en kaupir eitthvað sem endist í 5 ár. Bíl, pick-up í Ameríku. En þetta gerist á sama tíma og bankarnir eru komnir í hendurnar á spákaupmönnum. Já, það gerist það. Þetta kjölfar einkavæðingar bankana og það verður auðvitað, það ákveðið gullæði og það ekki bara á Íslandi. Greenspan, kallinn, hann startaði þessu, hann hélt vöxtum of lengi mjög lágum og þá fóru þessar verðbólur af stað. En við hérna heima, við höfum kannski bætt gráan og svart með því að ganga svona langt í þessum íbúðalán. Voru þá ekki réttir aðilar sem eftir bókarna? Voru þeir ekki nógu vandaðir aðilar? Ég veit ekki hvað að segja það. Sko, ég held í fram að rekstur innlánsstofnana sé háður allt öðrum lögmálum heldur en rekstur fjárfestingabanka. Það ekki svo gott að orða það einhverjum lögum, en ef mann treyst fyrir innlánum almennings sem að ekki fær neinar tryggingar fyrir sínum fjármunum, þá það alveg sérstök ábyrgð. Ég hef stundum hugsað þannig að þá sem þekkja þarna dæmisöguna síðasta eyri ekkjunnar, ungi bankamenn í dag, þeir viti ekki eins og hvaða bók svo dæmisaga komin, en það sem inn á sparisjóðsbókunum, það eru allt saman síðustu aurar ekknanna í þessum skilningi. Það er að segja, þetta okkur ber bankamönnum að gæta þessa fjár eins og sjáaldurs augna okkar. En svo fara menn að gamla með þetta og í rauninni það sem fer að skipta ægilega miklu máli í þessu öllu þessi kaupréttarsamningar. Það sem að stjórnendurnir ekki lengur á sama báti og hinnir. Nei, og allir hrífast með, almenningur hrífst með og fer að taka lán til að kaupa hlutabréf, jafnvel gengisbundin lán til að kaupa hlutabréf og við getum ímyndað okkur hvernig það hefur farið. Nú hluthafabankana gera endalausar kröfur áframhaldandi arðsemi og svo framvegis. Íslenski banka voru komnir milli 30-40% arðsemi, þetta fór sem hæst, sem algjörlega óraunhæft til lengri tíma litið. Já, en nú eins og að traust bankana í útlöndum sé horfið, nokkurn veginn. Og þetta ekki bara það að þeir hafa sjálfur svona búið? Jú. Fyrir ekkert menn eru svona að leita svo dólgum og reyna það. Traust, það verður ekki til af því að maður rökst í það að maður eigi að hafa traust. Traust myndast af því að maður hefur farið varlega og haft þekkingu á því sem maður að gera. Menn fá ekki traust út á það að hafa mikla peninga, menn fá aðdáun á meðan peningarnir endast og menn fá virðingu út á menningu, traust fá menn út á að fara varlega og vita hvað þeir að gera. Og þarna vandar svolítið upp á hjá okkur. Já. En hvað gerist svo í niðursveiflunni sem þú varst reynda búin að spá fyrir lifandi slöku? Já, í niðursveiflunni þá þurfa bankarnir að byrja að afskrifa ef að tryggingarna þeirra falli í verði, íbúðir eða hlutabréf sem hafa verið tekin til tryggingar, þá þurfa þeir að afskrifa og þá minnkar eigið fé þeirra og þá stíga þeir á bremsurnar í lánamálum vegna þess að þeir vilja fá afborganir inn en ekki veita ný lán til að minnka efnahagsreikninginn til að halda hlutfallinu þrátt fyrir tapið, eiginfjárhlutfallinu. Og þá verður niðursveifla. Þegar bankar veraldarinnar stíga allir á bremsuna í einu, þá verður niðursveifla. Það bara þannig. En ekki óhjákvæmilegt, ég meina það var þessi lánaþensla og henni fylgir lánakreppa. Þetta ekki eitthvað sem bara menn gátu séð fyrir? Jú, áttu þess vegna að stíga strax á bremsurnar og eins og ég sagði áðan að draga fé út úr kerfinu á móti lánaþenslunni. Þeir sem að stóðu að lánaþenslunni kunnu ekki sitt fag og stjórnvöld þau sváfu því miður á verðinum. Það var að segja eins og En
ef menn ætla nú að fara að bjarga bönkunum með einhverjum hætti, til dæmis að veita þeim stór lán eins og við vorum að tala hérna áðan, finnst þér það í lagi? Menna, þeir hafa rasað ráð fram, eigum við þá að bjarga þeim? Sko, það hægt að styðja banka á þrengingatímum með lánum út á verðbréf sem að tekin að veði. Það felst engin gjöf í því. Nei. Og það margt hægt að gera án þess að gefa þeim peninga. Það bannað í samkvæmt Evrópureglum að gefa fyrirtækjum styrki, peninga. Og það verður ábyggilega ekki gert hér á landi. Nei. En sjálfsög nú höndin hollust og ég býst nú við að bankarnir berjist sjálfur í því núna að minnka efnahagsreikninga sína og taka á þessu. Og ég vil undirstrika það að þessir erlendu risabankar sem lánuðu þetta fé, þeir vissu að ríkisábyrgðin var liðin tíð. Já. Og þeir vissu að þessum peningum var ekki varið í þágu íslensks efnahagslífs eða atvinnulífs. Þeir vissu það. Já. Þeir bera sína ábyrgð á því hvernig komið er og þeir þurfa að axla sína ábyrgð. Það væru röng skilaboð frá Íslandi til hins alþjóðlega fjármála heims ef Ísland yrði nú fyrst allra landa til að reyna að sleppa þessum stórbönkum undan sínum eigin mistökum. Já. Það væri röng skilaboð. Við skulum ekki vera til þess. En hvað eiga stjórnvöld að gera? Þurfum þau ekki að setja, ég meina, maður getur kallað það þannig að stjórnvöld væri þá að henda góðu fé á eftir slæmu. Ég meina, eiga þau þá ekki að setja ykkur skilin? Jú, það náttúrulega mikið starfi í gangi í Seðlabanka og fjármálaeftirliti nú þegar í dag og ég ekkert inn í því og get ekki úttalað mig það. Nei. En við getum til dæmis lánað bönkunum núna fjármuni til þess að leggja fram sem hlutafé í ný íslensk dótturfélög sem taki við bankastarfsemi innanlands. Og hlutaféð í nýju dótturfélögunum yrði sett stjórnvöldum eða í ríkinu að veði. Og það yrði þá bara svona gamaldags innlána starfsemi eins og... Já, bara eðlileg bankastarfsemi. Ekki þetta áhættu... Já, íhaldsum bankastarfsemi. Þá hefur stjórnvöld fullt vald á stöðunni og ef að þetta væri síðan tekið út úr bönkunum þá myndi staða þeirra þess hluta sem eftir væri verða miklu sterkari gagnvart þessum erlendu lánveitendum sem að þurfa að taka þátt í endurskipulagningunni. Við þurfum víst að klára þetta. Eitt sem þú hefur talað í þessum merkilegu greinum sem ég mæli eindregið með, það að við höfum haft oftrú á lögmálum markaðarins. Við höfum verið að stunda það sem heitir laissez-faire hagstjórn. Já. Láta reka. Já, láta reka á reiðanum, það getur að kalla það. Já, þetta var í tísku á fyrstu 3 áratugum síðustu aldar og þetta var talið ein aðal ástæðan fyrir kreppunni miklu. Að menn ákváðu að láta þessu ósýnilegu hönd Adams gamla Smith ráða öllu. En hún ekki að virka í fjármálaheiminum. Hagsveiflur, það lagast ekki af sjálfu sér, heldur vilja að fara úr böndum og það svona arftekin græðgi mannsins sem veldur því að menn fara offari og með skelfilegum afleiðingum og þess vegna þarf að stjórna. Af hverju eru seðlabankar að breyta vöxtum? Það af því að þarf að stjórna. Ragnar, frábært að fá því þáttinn. Ég mæli sem þetta aftur með greinunum. Þakka þér. Við tölum hérna aðeins Al Gore á eftir. Þakka þér.